Já, góðan daginn. Ég ætla að taka fyrir svona anti-svesnukókerfi fyrir hvítan og hugmyndin bak við það er náttúrulega að svesnukó er rosalega mikil teóría og þetta getur ágætt að hafa eitthvað svona í bakhöndin ef maður er kannski bara nýkonu vinnu og er að fara að tefla og er ekki búin að undirbúa neitt sérstætt, þá getur þetta verið sniðut. Já, við skulum vinda okkur í þetta. Það er sem sagt biskup C4 í þriðja leik. Þetta er ekkert alvitlaust leikur. Nú gegn sem sagt riddari C3 sem er svona annað anti-svesnukó vopn, þá er svartur ofta að leika E5 sem er nú talin svona eitt besti leikurinn og stoppar þá alveg D4. Við skulum aðeins sjá hvað gerist ef svartur teflir eins á móti biskup C4. Sennst E5. Þá er gott að hrókera. Þess að laga þetta hérna. Og hérna er vandamálið ef svartur leikur riddari F6 þá hvítur riddari G5 og hótar á F7. Nú biskup E7. Það er ekkert ólíklegt að andstæðingur ykkar myndi tefla þannig að því að í riddari C3 E5 biskup C4 þá er biskup E7 aðaleikurinn ef ég mann rétt, en í þessu þá er smá blæbrigða munur. E5, hrókering, biskup 1-7. Skulum bara stoppa þess hérna og ágætt að pæla þess í stöðunni. Þannig ef svartur nær að klára liðskipa með riddari F6, D6 þá er þetta sennilega allt í lagi á svartan, en D4 er hörkuleikur og það er svona ein aðal hugmyndin í þessu atriði. Og segjum við dreipur D4, C3 og svartur má ekki taka á C3 og þá kemur drókn D5 og skákinn er bara búinn. Það hótum á F7 bara máti og biskupin og C1 valdar H6. Þannig að riddari F6, E5, riddari G4, hrókur 1-1 og svo kemur riddari C3. Og hvítur færi hans gott frumkvæði hérna sko og B3 er góðleikur. Og hugmyndin með B3 er þetta að leika biskup A3. Sérstu hótum biskup A3 og þetta er alltaf eitthvað svona hálf vandræðalegt hjá svörtum, þannig að þetta er svona mjög tricky sko. Hvítur getur fengið góða stöðu hérna að mínum mati. Þannig að biskup 1-7 þá er bara D4 onni allt dótið og það virðist vera ansið vanlegt sko. Ég held að breyti nú engu þó að hann dreipið með C-byðinu, það kemur líka bara C3 ef maður rétt. Já, ég ætla að baka. Og þá kannski skoða aðra leiki eins og kannski byrja á G6. Já, það er rauninni mjög einfalt að tefla á móti G6. Það er bara hrókera og ef riddari F6 geta þess tekað með svona hrókur 1-1 eðilegum byggðastöðuna og völdum en þá E5. Svo ef við eins valkosti hérna, við getum leikið D3 og biskup F4, B3, biskup B2 og jafnframt verið opinn fyrir því að leika E6 og góðum tímapunkti og bara svona H3 og eitthvað eðilegi leikir sko. Og ef biskup G7 þá bara C3 og við erum undirbúða D4 og við erum með ljómandi fína stöðu D4 og hrókur 1-1. Nú það eru fleiri leikir, segjum D6 hrókering, hrókur 1-1, tefnum bara eðlilega, minnir svolítið á bara ítalska leikin eða eitthvað sko, C3 og D4,
biskup Bjarni 3, H3 komum við fyrir biskup G4, E5, D3 og já, og skákin heldur bara áfram, það er bara hefðbundin plön hérna, svo rittari D2, svo getur rittarinn farið annað gott C4 eða F1, kannski biskup G5, A4, rittari 1-3, rittari D5, já, og það er með gott vald á D5. Þetta er bara svona staða eins og maður segir, þetta er bara hugmyndin bak við þennan variant, það vil bara fá okkur stöðu og tefla skákina. Og það eru samt pittir fyrir svartan. Nú rittar F6 er dálítið tricky lína. Gæti telst eitthvað með svona til dæmis. Þannig 1-2 valdar á E5. Svarti getur reynt eitthvað svona útvikla sig en H3 virðist nú alveg vera nógu gott bara og svartur næri ekkert G4. Svartur var að reyna að pressa á E5 piði. Rittari G4, dróning 1-2, dróning C7. Nú F6 er annar leikur. Það er bara tekið. Gæti til svona. Biskup D6. Nú hefur hókirjar, þá drepið og biskup 1-3. Og við erum svona að reyna að halda þið fram að svartur sé kannski með veikt peð á E6. Þetta minnir svolítið á franska vörn. Svartur getur líka drepið á D4 fyrst, hókirjað og rittari C3. En hlutlegt þá er þetta nú líklega í uppstað sko. En ég get sýnt svona, ég hef nú eitthvað skoðað þetta kanni. Svartur getur reynt að tefla þetta svona virt. Þetta er eitthvað sem ég kíkt á. Kannski biskupinn á C8 er svona aðeins veiku kall myndi ég segja. Þetta er eitthvað svona framhald sem hægt er að skoða nánar. Skulum baka. Nú dróning C7 þrýstir á E5. Býður upp á taktik hérna á með rittaran. Þessi staði er samt ekkert alveg ljós sko, ekkert sýnt. Getur alls svona, biskupin getur fara á G7. Þetta er nú að vísu gott að hvítana því að svartur getur ekki hrókirað sko. Það er nú til einhver önnu framhald hérna maður sjá. Tekjum við E5. Þetta er með sem mainline, rittari C3 og B5 er fýtleikur hjá svartum. En það er ólíklegt að svartur finna alltaf þessa leiki en maður veit aldrei. Þetta er nú bara eitthvað tölvu framhald. Ég bara hvet þá sem vilja skoða þetta endilega að gera það bara. Og skákin heldur áfram. En þetta er nú samt með þetta gott á hvítan. Það er náttúrulega peði yfir. Og líklega þetta bara leika D3, biskup 1-3 og langkrókera. Svona smá útidur. Já, þá er að loka með E6 sem er alveg rökrétt að blokka biskupinn, kannski fara inn eitthvað D5. Þá er biskup B5 er skemmtileg lína en dálítið flókin og þeir sem vilja tefla það bara verða að stúdera það svolítið. Það var svona hugmynd að gefa peð ef ég mann rétt og tefla svo bara peðaveikleikana. En önnur svona tröstlína bara þú veist, það sem þarf ekki að skoða mikið, bara D4, biskup A4 og hér erum við með hugmyndir eins og sjáum að örvánum C3, biskup G5, biskup C2, hókur 1-1 og rittari D2 og við erum bara með svona heilbreiða stöðu. Já, ég læt þetta gott heita. Þetta er alveg svona trikki í lína sko, ekkert vitlaus en hvað annað. Ég veist þetta sé alveg ágætt í kannski að prófa einstaka sinnum að tefla þetta sko. Takk fyrir.